Enska tónskáldið Henry Purcell, höfundur óperunar Dido og Eneas, var organisti við Westminster Abbey, söngvari og konunglegt hirðtónskáld. Hann var eitt fjölhæfasta tónskáld barokktímans og eitt mesta tónskáld sem englendingar hafa átt bæði fyrr og síðar. Hann samdi óperuna Dido og Eneas árið 1689 við libretto eftir Nahum Tate, byggðu á bálki Virgils Eneas Trójuprins. Nahum Tate var lárviðaskáld. Hann var einnig þekkt sálmaskáld og gerði töluvert af því að betrumbæta verk annara, eins og til dæmis Lékonung eftir Shakespeare sem hann lét enda vel. Sú leikgerð Lékonungs var sýnd á Englandi fram á miðja 19. öld, þegnum heimsveldisins til skemmtunar. Óperan Dido og Eneas ber keim af enskri leikhúshefð síns tíma og skipa þar dansatriði veglegan sess. Þar ber þó einnig á frönskum áhrifum, sérstaklega í forleik, hljómsveitarköflum og dansþáttum. Þá nærvera yfirnáttúrulegra afla, einnig nokkuð sem tíðkaðist á óperusviði þessara tíma. Ítölsk áhrif eru þó fyrirferða mest í Dido og Eneasi, sérstaklega hvað varðar lagræn bassaþrástef sem fylgja aríunum og ljóðrænum laglínum. Því hefur jafnan verið haldið fram að óperan Dido og Eneas hafi verið samin fyrir kvennaskóla í Chelsea að beiðni skólastjórans Josias Priests og að óperan hafi verið frumsýnd þar árið 1689 eða 1690. Það hafa hins vegar ýmsir efast að Purcell hafi ætlað þessu merkaverki að vera frumflutt af hópi skólastúlkna með mismikla reynslu af tónlist. Fundist hefur tónleikaskrá frá Chelsea þar sem auglýst sýning á óperunni Venus og Adonis eftir John Blow, forvera Purcells sem einnig var hirðtónskáld. Þetta vissu menn ekki áður, aðeins að ópera Blows hafi verið sýnd við hirðina. Þetta þykir sumum benda til þess að ópera Purcells, Dido og Eneas hafi í raun verið frumsýnd fyrir hina tíinbornu af atvinnutónlistamönnum og karlhlutverk því í raun fleiri en síðan verið endursýnd í kvennaskólanum í Chelsea líkt og Venus og Adonis en sýning Didoar þar hins vegar svo fyrsta sem við höfum heimildir En nú víkur sögu til Langholtskirkju 7. mars. Við heyrum hljóðritun frá uppfærslu íslensku hljómsveitarinnar á óperu Purcells, Dido og Eneasi. Að flutningnum stóðu auk íslensku hljómsveitarinnar, einsöngvarar, dansarar og söngflokkurinn Hljómeiki. Með sýningunni var brotið blað í flutningi ópera á Íslandi þar sem þetta elsta ópera sem hér hefur verið sýnd. Leikstjóri sýningarinnar var Sigurður Pálsson, Hlíf Svavarsdóttir samdi dansana, leikmynd og búninga gerði Helga Stefánsdóttir en lýsingu önnuðust Björn Þorgeirsson og Sveinn Benediktsson. En þeir sem koma hér við sögu í þessari útvarpshljóðritun eru einsöngvararnir Elín Ósk Óskarsdóttir sem syngur Dido, Sigurður Bragason Eneas, Erna Guðmundsdóttir syngur hlutverk Belindu og Elisabeth F. Eiríksdóttir hvort tveggja hlutverk annarar konu og nornar, Jóhanna Þórhallsdóttir syngur hlutverk Seiðkerlingar, Hrafnhildur Guðmundsdóttir hlutverk nornar og anda og Júlíus Vívill Ingvarsson syngur hlutverk sjómas úr föruneyti Eneasar. Söngkópurinn Hljómeiki í hlutverki hirðar og almúa, konsertmeistari Sean Bradley en fylgirödd leikin af þeim Önnu Magnúsdóttur semballeikara og Hauki Hannesinni sellóleikara. Stjórnandi Guðmundur Emilsson. Sagan segir frá Eneasi, syni Venusar og Ankises, sem hrekst frá henni brennandi Trójuborg Grikkir hafa hertekið. Hann ber að landi í Karþagó þar sem hinn fagra ekkjudrottning Dido ræður ríkjum. Óperan hefst þar sem fylgdarmeyjar Didoar reyna að sefa harma hennar. Eneas kemur til sögunar. Með þeim takast ástir og hvetja hirðmeyjar Didoar hana til þess að láta undan, gleyma sorg og sút. Dido full efasemda en fær ekki staðist tilfinningar sínar. Niðurstaðan sú að ástin muni sigra og yfirstíga allt mótlæti og því stiginn sigur dans. Við heyrum nú fyrsta þátt óperunar Dido og Eneas.
Í öðrum þætti víkur sögunni til hellis nornanna sem hafa illan bifur á Dító. Það magna segið til að eyðileggja unaðstundir elskendanna sem njóta lífsins við veiðar á veiðilendum drottningar. Óveður skellur á og hersingin flykkist heim til hallar en á leiðinni birtist Eneasi andi í líki Merkúrs sem telur honum trúum að það sé ósk Júpiters að hann dvelji ekki lengur í Karþagó heldur leggi aftur til hafs því verðugri verkefni en ástir bíði hans annar staðar. Eneas trúur orðum andans en kvíðir því að færa Dító þessi tíðindi.
Þriðji þáttur hefst við skipsfjöl þar sem sjómenn kallast á til brottfarar. Seiðkerling og nornir hennar fagna því að sjá skipin sigla. Þær ætla sér að magna óveður og sjó og eld í Karþagó. Eneas segir Dító að nú sé kveðjustundin runnin upp og bregst Dító að vonum illa við. En þegar Eneasi snýst hugur og segist munu brjóta gegn boði Júpíters, segir Dító að það eitt að hann hafi látið það hvarfla að sér að yfirgefa hana sé nóg. Örlög ástar þeirra séu ráðin. Hann muni nú fara en hún deyja úr harmi, það verði hennar huggun. Þetta hafa ýmsir túlkað sem svo að hinnar yfirnáttúrulegu nornir og gjörðir þeirra séu í raun aðeins undir meðvitund og samviska ekki drottningarinnar. Kveðjustundin er að vonum dapurleg. Dító biður Belindu að minnast sín en gleyma þessum dapurlegu örlögum. Hirð Dítóar kveður drottningu sína, harmþrungnir ástar englar munu dreifa rósum á gröf hennar.
pensa Gott and love. Let Job tell you what he will. I'll stand. Away, away. No, I'll stand. Away, away. No, I'll stand. I'll stand. I'll stand. I'll stand. I'll stand. I'll stand.
lýkur hljóðritun útvarpsins frá Langholtskirkju 7. mars, þar sem sýnd var óperan Dido og Eneas eftir Henry Purcell. Hljóðmenn voru Bjarni Rúnar Bjarnason og Vigfús Ingvarsson. Það var Elín Ósk Óskarsdóttir sem söng hlutverk Didoar, Sigurður Bragason var Eneas, Erna Guðmundsdóttir var Belinda fylgdarmey drottningar, Elisabeth F. Eiríksdóttir söng hlutverk annarar fylgdarmeyjar og Nornar, Jóhanna Þórhallsdóttir söng hlutverk Seiðkerlingar, Hrafnhildur Guðmundsdóttir hlutverk annarar Nornar og Anda og Júlíus Vífill Ingvarsson var í hlutverki sjómanns. Söngflokkurinn Hljómeiki söng og íslenska hljómsveitin lék, konsertmeistari var Sjón Bradley og stjórnandi Guðmundur Emilsson. Ég þakka þeim sem hlýddu, verið sæl.